Góð dagur í dag, 400 pari. Já, bara mjög sáttur með það. Voru þessar aðstæður ekkert að trufla því eins mikið? Nei, þetta var nú nokkuð hægsta vindátt fyrir erfiðustu holunar. En þetta var mjög mikil áskorun þannig að séu fyrir 9 og það var töluvert meiri vindur, þannig að halda sér vel í leik og vera þolinmóður. Og það gekk mjög vel hjá þér? Já, ég lenti upp og niður fyrir 9 og kom mér úr vandræðum nokkuð auðveldlega og bjargaði því. Þannig að gerði það mjög vel og svo var töluvert betri aðstæður fannst mér á seinni og var að nýta það mjög vel. Það slá mjög nálægt stingunum og gaf mér séns á fuglunum. Já, þú varst að nýta vindinn vel á hólum, já, meðal annars eins og 14. og 16. Já, ég tók ákveðna línu þar og dálítið aggressív ef við getum orðað og gaf mér þann möguleika að geta slegið nokkuð lítið í át til þess að stiffa hann. Það munar það, já, í svona vindi? Já, klárlega sko. Þetta skiptir miklu máli að vera sem næst grínunum finnst mér hérna. Völlurinn er ekki bilaslega langur en þetta er töluvert þægilega að vera með stuttu járnin í svona vindi til þess að geta stjórnað það aðeins betur. Þú ert með 3 auka forskot fyrir síðasta daginn, hvernig leggst það í því? Bara mjög vel. Þetta bara, maður vill vinna þetta mót og allt það en ég verð bara að spila eitt í einu og svo bara sjá hvernig morgundagurinn er. Þú ert alltaf heimavelli? Já, ég er á heimavelli, það er alltaf það. Mér líka mjög vel spila oft vel, þannig að ég veit að ég spila bara mitt eðlilega gól, þá get ég siglað þessu heim, en svo veit maður aldrei hvað hinir gera, það er allt annað mál. Það var svolítið síðan og vannst síðast? Já, 2011 í Keflavíkinni, þannig að það er aldrei langt síðan. Í leirinu góðu? Í leirinu góðu. Þannig að þú stefnir á að hampa titlinum hérna á morgun að sjálfsögðu, það eru með nærðu að stilla þig vel af, hvað ég að segja, andlega séð? Já, ég bara klára lyfjaprófið og svo fer ég að borða og svo bara rólega í kvöld og einhver góður matur. Gangi vel. Takk. Takk fyrir Axel.